Og þá komið að því að við hreyfum okkur aðeins til, förum út á land og að þessu sinni þá förum við á Vestfirði, dýfum niður tánum á Patreksfirði hjá henni Gígju Skjaldardóttur, sérlegum fréttaritara okkar þar. Góðan og blessaðan, gott og blessað kvöldið. Já, gott kvöld, Halldór Bjarni. Hvernig fer ykkur þarna á föstudagskvöldi á Patreksfirði? Nú bara hrikalega vel. Hér alltaf stöðstemming. Ég heilsa ykkur hérna af vinnustofunni okkar minns og mannsins minn sem hérna fyrir ofan menningarhúsi sem við rekum sem heitir Flag, Krá. Og hér erum við með opinn til dæmis bar helgar og reynum að hafa fjölbreytta menningarviðburði eins og tónleika og annað kvöld verðum við til að mynda með pubquiz sem alltaf mjög þéttsetið og nú þegar orðið uppbókað það. Frábært. Þéttsetið þar að segja innan náttúrulega takmarkana. Já, það svolítið svo leis. Við bara vinnum með það eins og við getum. Allir huga sínum sóttvörnum og við gerum okkar besta eða halda þessu öllu með röð og reglu. Akkurat. Við vinnum vel að fá aðventun og jólin og fá að halda það almennilega, þannig að það er útstandi. Og svo erum við líka með loppumarkað hér á morgun. Já, hér á Flag. Þar sem að fólk bara af svæðinu pantar sér borð og við bara útbúum smá markað bara eða búð, skranmarkað. Þar sem fólk selur föt og bara alls konar muni og hluti af heimilum sem ekki þörf fyrir lengur þar. Nei, mitt. Það skemmtilegt. Það ótrúlegustu fjársjóður sem maður finnur einmitt á svoleiðis markaðum. Já, það æðislegt og bara umhverfisvænt og gott fyrir budduna. Þannig að þetta annað skipti sem við gerum þetta. Það tók svo ótrúlega vel til núna síðast fyrir haust. Frábært. Og veistu hvað til svona nágrannabyggðirnar, hvernig stemningin og hvort fólk farið að huga að einhverjum aðventuhátíðum eða hvað að gerast? Já, það allavega, maður farin að sjá jólaljósi glugga og það náttúrulega farið að rökkva ansi snemma og bara kósí stemming. Já. Og við erum vön því hér og þannig að, jú, ég held að það sé alveg að fara að færast svona jólaandinn yfir í fólk og ég veit allavega að Gísli og Anna á Vegamótum á Bíldudal, þau voru með rosa flott villibráðarhlaðborð núna síðustu helgi sem var vist mjög vel sótt og fólk hrikalega ánægt með matinn og stemminguna. Frábært. Og finnst eins og ég hafi heyrt að þau séu að fara að halda jafnvel einhver jólahlaðborð í desember. Sem ég ætla að reyna að koma mér á það að þau elda frábæra matar og æðislega gott að koma á Vegamót. Líka bara svo dásamlega uppábrot svona að þessum árstíma að gleðja sig aðeins og koma svolítið saman innan skynsamlegra marka þó og allt það náttúrulega. Já, akkurat. Ætlar þú eitthvað að spila fyrir fólk í kringu þig? Það aldrei að vita en maður grípi aðeins gítarinn og það getur vel verið. Reyna að syngja smá jólalög. Frábært. Er þetta skúp? Nei. Það ekki ennþá komið allavega í ljós. Allt í lagi. Við skulum segja að þetta sé svona svipað eins og með slökkvistöðun og fleira það komin viljayfirlýsing. Já, segjum það. Það mjög flott. Herðu, dásamlegt. Ég bið hjartanlega að heilsa Vestfirðingum öllum og kæra þakki fyrir spjallið, Gígja. Já, takk kærlega sem leiðis.